Jæja, góði gestir. Komiði öll sæl og blessuð og velkomin á framhaldsaðalfund Öryrkjabandalags Íslands. Við erum aðeins með setjaskipunum, við sáum að fólk var að streyma hingað inn og ákváðum að gefa því færi á að koma sér fyrir því að við þurfum að hefja dagskrána á nafnakalli. Við einhendum okkur í kosningar, en annars dagskráin eins og hún lá fyrir og var væntanlega send út, en lá fyrir þegar við frestuðum fundi. Við hefjum leik á kosningu varamanna í stjórn. Það var að tekna fyrir lagabreitingar, aðildarumsóknir, ályktanir og önnur mál, kvöldverður og svo framhald ofangreindrar dagskrár ef með þarf. En eru allir komin inn hana? Já, mér sýnist það mér að loka. Glæsilegt. Þá hefjum við nafnakall. Það frá ADHD-samtökunum Elín H. Hinriksdóttir, Ásta Sóley Sigurðardóttir, Ellen Kalmon, Vilhjálmur Hjálmarsson, Þröstur Emilsson. Þröstur. Þröstur, flott. Ás styrktarfélag Karl Þorsteinsson, Þóra Þórarinsdóttir, Eyrún Jónsdóttir. Engin Eyrún. En Guðrún Gunnarsdóttir. Þá förum við í Blindrafélagið, Lilja Sveinsdóttir, Halldór Sævar Guðbergsson, María Hauksdóttir. Blindravinafélag Íslands, Gísli Helgason. CSU-samtökin Hrönn Pettersen, Sigurborg Sturludóttir, Anita Rubert, kemur klukkan 5, stendur hérna fyrir fram mig, CP-félagið á Íslandi, Daniel og Viggósson, Anna M. Emilsdóttir og Nína kemur á eftir réttskilið. Einhverfusamtökin Ásdís Guðmundsdóttir, Sigrún Birgisdóttir, Svavar Kjarval, FAAS, félag aðstandenda Alzheimersjúklinga, Svava Aradóttir, Árni Sverrisson, Brynjólfur Bjarnason, Helga Sigurjónsdóttir. Jæja, félag heyrnarlausra, Hjördís Anna Haraldsdóttir, Sigríður Jóhannsdóttir, Bernhard Guðmundsson. Og engin varamaður. Félag lesblindra á Íslandi, Guðmundur Skúli Johnsen, Snævar Ívarsson, Einar Hrafn Jóhannesson, ekki kominn. Fríða Kristín Magnúsdóttir, félag En eru varafulltrúar fyrir þau? Nei. Félag lifrarsjúklinga, Helgi Vaf Sverrisson, Sigríður Ásta Vigfúsdóttir, félag nýrnasjúkra, Hannes Þórisson, Einar Björnsson, Margrét Haraldsdóttir, Fjóla Friðjón Erlendsson, Friðgeir Jóhannesson, Foreldra- og styrktarfélag heyrnardauðra, Jón Gunnar Jónsson, Selma Víglundsdóttir, Geðhjálp Hrannar Jónsson, Sveinn Rúnar Hauksson, Maggi H. Hermannsdóttir, Anna G. Ólafsdóttir. Geðverndarfélag Íslands, Gunnlaug Tollasíus, Margrét Jónsdóttir, Kjartan Valgarðsson, einhver varafulltrúi, Gigtarfélag Íslands, Hrönn Stefánsdóttir, Birna Einarsdóttir, Einar S. Ingólfsson, Sigrún Sigfúsdóttir, Heilaheill Þórir Steingrímsson, Axel Jespersen, Magnús Pálsson. Heyrnarhjálp, Hjörtur Jónsson, Ingólfur Már Magnússon, Kolbrún Stefánsdóttir. Já. Kolbrún, já.
HVF Ísland, Ingi Hans Ágústsson. Jón Tryggvi Sveinsson. Einar Þór Jónsson. Hugarfar, Hallfríður Sigurðardóttir. Og engin annar frá Hugarfari það. Lauf, félag flogaveikra, Brynhildur Artúrsdóttir. Nei. Helga Sigurðardóttir. Nei. Fríða Bragadóttir. Einhverjir varamenn. Telma Trausti eða Heiðrún. Ekki. Málbjörg, Árni Heimir Ingimundarsson. Andri Bjarnason. Jón Pétur Sævarsson. Varamaður? Nei. Málefni Fjóla Heiðdal Steinarsdóttir. MB Félag Íslands Jóna Hrafnborg Kristmannsdóttir. Guðrún Sæmundsdóttir. MG Félag Íslands Guðrún Þorgeirsdóttir. Þóri Gylfadóttir. MND Félagið á Íslandi Ægir Lúðvíksson. Jónína Valdís Stefánsdóttir. Valur Höskuldsson. Valur. Já. MS Félag Íslands Garðar Sverrisson. Ingveldur Jónsdóttir. Sigurbjörg Ármannsdóttir. Parkinson samtökin á Íslandi Erna Guðmundsdóttir. Jón Þórir Leifsson. Einhver varamaður. Samtök sykursjúkra Sigríður Jóhannsdóttir. Ómar Geir Bragason. Haraldur Þórðarsson. Einhver varamaður. Sem samtök endurhæfðra mænuskaddara Arnar Helgi Lárusson. Rúnar Björn Þorkelsson. Einhverjir varamenn. Engin mættur frá SEM. SCBS Auður Ólafsdóttir. Nílsína Larsen Einarsdóttir. Guðrún Bergmann Fransdóttir. Frímann Sigurnýjarsson. Sólveig Hildur Björnsdóttir. Pétur Jóð Jónasson. Sjálfsbjörg, Landssamband fatlaðra. María Óskarsdóttir. Grétar Pétur Geirsson. Fyrirgeðu. Forfallaður. Forfallaður. Bergur Þóri Benjaminsson. Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir. Varamaður fyrir Grétar. Spóex, samtök psoriasis og XM-sjúklinga. Ingvar Ágúst Ingvarsson. Erna Arngrímsdóttir. Kristín Ólafsdóttir. Jóhanna Ólöf Emilsdóttir. Jónína. Jónína, afsakið, Ólöf Emilsdóttir. Varamaður. Stómasamtök Íslands, Jón Þorkelsson. Eva Bergmann Guðlaugsdóttir. Kristján eða Kjartan varamenn. Engin frá stómasamtökunum. Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra. Kristín Björnsdóttir. Vilmundur Gíslason. Baldvin Bjarnason. Hörður Sigursson. Varafulltrúar. Túrett samtökin á Íslandi. Íris Árnadóttir. Erla S. Valtýsdóttir. Arnþrúður Karlsdóttir. Og Íris rétt og komin. Já, ég ætlaði einmitt að spyrja það. Það eru ekki einn eða tveir búin að bætast við. Förum bara yfir þá eftir. Getum við fengið... Getum við komið? Einhver sem var ekki lesin upp. Já. Helga. Lauf. Aðrir sem á eftir að lesa upp. Þeir frá FAS. Helga frá FAS. Hver var að lappinn? Þú ert ekki fulltrúi. Einhverjir fleiri, einhverjir að rétt að ganga inn. Eigum við þá ekki að sýna því skilning að
fólk sé svona að reyna sitt besta á miðjum degi, virkum degi að koma sér á fund. Já, viltu fá... Já, gjör svo vel. Mennur að kíkja nokkuð fram. Bára, viltu athuga frammi? Við getum farið að hefja. Þú séu nokkuð komin í kröðri. Kannski að taka það fram að þetta er bara framhald af síðasta fundi, þannig að þeir gestir sem voru samþykktir inn síðast hafa enn leyfi til að sitja hér eins og frá kvennarhreyfingu og ungliðahreyfingu. Var að bætast við eitthvað sem ekki var upplesin? Fyrirgefðu. Þá held ég að við segjum þessu nafnakalli formlega lokið fyrir þessar kosningar. Það sjáum til hvort þurfum við eitthvað að grípa til aftur síðar. En í það minnsta er komið bara fyrsta lið á dagskrá. Höldum áfram það sem frá var horfið. Það er kosning varamanna, 3 varamanna í stjórn Öryrkjabandalagsins til 1 árs 2015 til 2016. Fyrir lágu framboð nokkura í stjórn á síðasta, þegar við fyrir aðalfundin, áður en við frestuðum honum, en sá listi hefur nú töluvert breyst, ekki síst af því að sumir voru kosnir í stjórnina. En af þeim lista eru í framboði í stjórn ennþá Snævar Ívarsson og félagi lesblindra á Íslandi og Sunna Brá Stefánsdóttir frá Gigtarfélagi Íslands. Síðan hafa bæst við framboð. Okkur hafa borist 3 nöfn. Það eru Ingi Hans Ágústsson frá HIVF Ísland, Gísli Helgason frá Blindravinafélaginu og Friðgeir Jóhannesson frá Fjólu. Áður en að við... Ertu að bjóða þig fram? Þú ert með nafn. Gjörðu svo vel, hvert er nafnið? Getum við fengið manninum hljóðnema? Hljóðvæðu mannin. Það er spurning upptökuna, ekki salin. Já, fyrirgefðu, ég ætlaði að leyfa mér að stinga upp á Ingveldi Jónsdóttur frá MS-félaginu. Er Ingveldur Jónsdóttir frá MS-félaginu hér? Og Ingveldur í salnum. Hvernig tekur hún þessari áskorun? Já. Það var auðsótt. Og hér er kona sem hefur beðið orðið. Arnþrúður heiti ég frá Túrett-samtökunum og ég býð mig fram í sem varamann. Flottir. Já, góðan dag. Sigurður heiti ég hjá Einhverfissamtökunum. Ég býð mig ekki fram en mig langar að stinga upp á Vilhjálmi Hjálmarsinni hjá ADHD. Hvað segir Vilhjálmur Hjálmarsson? Já. Já, ef að Kolbeinn getur ekki endur tekið þetta, já, segi ég bara. Já, ég þóttist til það. Lítið mál. Ég óttaðist helst að það verður farin að láta mikrofóninn ganga og bjóða okkur eitt fram, en það er að sjálfsögðu Guð velkomið, því að enn er hægt að bjóða þessi fram hins vegar fyrirgefðu.
Já, alveg sjálfsagt. Hvort þú mátt. Hljóðnemandi Sveins. Má ég stinga upp á Þóri Steingrímssyni? Þóri Steingrímssyni. Hvað segir Þóri Steingrímsson? Það var ekki, það var hraustlega svarað. Hvaða félag var það, segir? Þórir Steingrímsson, Heila heill. Þá eru fleiri sem vilja stinga upp á einhverjum eða bjóða sig fram. Gjörðu svo vel, það er mikrofón að koma. Já, komið sæl, Ægir heiti ég á MND-félaginu. Mér þætti vænt að einhver frá SIBS myndi gefa kost á sér í varastöfnum. Einhver? Sakna þeirra frá SIBS. Takk. Það er áskorun. Hvað segir einhver frá SIBS? Hljóðnema hérna til... Frá hljóðnema hingað. Já, góðan daginn. Nilsína Larsen heiti ég. Ég gef það kost á mér. Þú gefur kost á Fyrir þér. hönd SIBS. Fleiri sem að vilja koma að uppástungum eða bjóða sig fram. Svo er ekki. Þá þurfum við að bera upp eða fá leyfi fundarins til að öll þessi nöfn, allt þetta fólk megi bjóða sig fram. Ég er nú að hugsa að leyfa okkur að gera það bara í einu lagi frekar en að vera að kjósa hvern og einn. Er fundurinn sammála því að þau Ingi Hans Ágústsson, Gísli Helgason, Friðgeir Jóhannesson, Ingveldur Jónsdóttir, Arnþrúður Karlsdóttir, Vilhjálmur Hjálmarsson, Þórir Steingrímsson og Nilsína Larsen fái að bjóða sig fram til setu sem varamenn í stjórn ÖBÍ. Þau sem eru sammála, gefi merki. Þau sem á móti. Svo er ekki, það telst samþykkt samhljóða, er það ekki? Þá liggur þetta fyrir. Þá er okkur ekkert að vambúnaði að bjóða frambjóðendum að koma hér í pontu og kynna sig eða gera það úr sæti sínu ef þau kjósa svo. Og eigum við ekki að gera þetta bara í stafrófsröð sem hefur nýst okkur nokkuð vel hér. Halldór hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Halldór. Má ég koma eina svona tillögu til ykkar? Alveg, endilega. Svo ég átti mig betur á því, væri til í að lesa upp þá sem eru komna í stjórnina. Já. Og frá hvaða félag þeir eru, þannig að maður fá eitthvað svona smá yfirsýn. Alveg sjálfsagt. Er það, við þurfum náttúrulega að útbúa líka listan núna yfir þá sem eru í framboði og varpa hér upp og lesa upp. Það er spurning hvort að við getum hafið kynningar eða viljið þið fá listan strax upp? Hvað segirðu? Er nóg, Halldór, að við lesum þetta upp? Já, það var kjörin afsakið 11 manna stjórn hér síðastliðinn laugardag. Stjórnarmenn til 2 ára voru kjörin Svava Aradóttir frá FAS, Svavar Kjarval Lúthersson frá Einhverfusamtökunum, Maggi Hrönn Hermannsdóttir frá Geðhjálp og Árni Heimir Ingimundarson frá Málbjörgu félagi STAM. Jafnframt voru 7 af 11 manna stjórn kosnir til 1 árs. Þau eru Erna Arngrímsdóttir frá Spóax, Kristín Björnsdóttir frá Styrktarfélagi lamara og fatlara, Daniel Ómar Viggósson, CP-félaginu, Ægir Lúðvíksson frá MND-félaginu, Garðar Sverrisson frá MS-félagi Íslands, Karl Þorstensson Ás Styrktarfélagi og Emil Tórótsen Gigtarfélagi Íslands. Formenn málefnahópa voru einnig kjörnir. Það er yfir kjaramálum María Óskarsdóttir frá Sjálfsbjörgu, málefnahópur aðgengi Grétar Pétur Geirsson frá Sjálfsbjörgu, málefnahópur heilbrigðismál Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir Sjálfsbjörgu, málefnahópur atvinnu og menntamál Hjördís Anna Haraldsdóttir félagi heyrnarlausra og formaður málefnahóps sjálfstætt líf er Rúnar Björn Herrera frá SEM samtökunum. Það er hér upp á
skjánum fyrir þau eitthvað sem getur nýtt ykkur það. Við þurfum að útbúa kjörseðil. Treysti því að það sé verið á því eða hvað sem við svo fáum að varpa hér upp á skjáinn? Í millitíðinni þá skulum við bara bjóða frambjóðendum að kynna sig. Hvað segir þið? Miðum við að hver frambjóðandi hafi 2 mínútur til þess og við minnum á að það er ekki nauðsynlegt að nýta þær allar. Við skulum bara byrja á, við skulum að halda okkur stafrófsröðuna, þannig að Arnþrúður Karlsdóttir, gjörðu svo vel, þú hefur 2 mínútur til að kynna þig, þú ræður hvort þú kemur í pontu eða gerir það á seti. Komið sæl, ég heiti Arnþrúður Karlsdóttir, ég er ekki á útvarpi sögu, bara til að fyrirbyggja alla misskilning. En ég er í stjórn Tourette-samtakana og ég hef víðtæka reynslu af félagsstörfum. Hún var meðal annars formaður einstakra barna til 2 ára og var í stjórn íslenskra ættleiðingar í 4 ár og hefur unnið í nefndastörfum í þessum félögum líka, ásamt fleiri félögum, meðal annars sem eru hér undir Öryrkjabandalaginu. Og ég hef ekki verið fyrr í stjórn Öryrkjabandalagsins, er mjög spennt og vil gjarnan fá að setja mína starfskrafta í þetta og bara vonast til þess að það verði. Takk fyrir. Þakkum Arnþrúði fyrir það. Þá er að reyna að rifja upp hvernig stafrófið er. Þá myndi næstur vera Friðgeir Jóhannesson. Hann þarf ekki að kynna sig. Viltu leyfa fólki að sjá framan í þig? Auðsótt mál. Hér sjáum við Friðgeir. Þá er það Gísli Helgason. Já, komið í sælpressuð. Ég ætla að gefa kost á mér í varastjórn Öryrkjabandalagsins. Ég hef mjög víðtæka reynslu af félagsmálum og hef svona kortinn út aldrei fengið verðlaun fyrir það að hafa hafið félagslega umræðu og opinberu vettvangi í Ríkisútvarpinu málefni fatlaðra á sinni tíð. Það sem ég vil leggja áherslu, það er ekkert okkur án okkar og nú þurfum við að hefja mjög harða baráttu fyrir því að stjórnvöld taki tillit til okkar. Það dugir ekki hálfkák, við þurfum að sýna stjórnvöldum hvað í okkur býr og þurfum að þrengja það að þeim að þau viti að við séum afl sem mark sé takandi á. Það er ekki seinna vænna því að kjör okkar hafa verið stjert og þau hafa verið lítið leiðrétt. Ég var í baráttunni í bandalaginu þegar sem mest gekk á í lok aldarinnar og í byrjun þess áratugar og mér þætti vænt ef ég get lagt öll mín lóð á þær vogaskálar sem bandalagið þarfnast. Ekkert okkur án okkar, takk. Takk fyrir það, Gísli. Þá er næstur til að kynna sig Ingi Hans. Ingi Hans Ágústsson. Daginn, Ingi Hans Ágústsson heiti ég. Er varaformaður hjá HVF Ísland og búinn að vera í stjórninni cirka bát 10 ár. Sem aðalfulltrúi líka í ÖBÍ Ísland. Ég starfa með fólk með geðraskanir, athvarf sem Rauður sem rekur og er búinn að vera að vinna við þetta frá 1997. Og bara takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ingi. Næst til þess að kynna sig er Ingveldur Jónsdóttir frá MS-félaginu. Komið í sæl, ég heiti Ingveldur Jónsdóttir og er fulltrúi MS-félagsins hér. Ég segi eins og fleiri, ég tel mig hafa víðtæka reynslu af alls konar félagsstörfum,
Ég var í mörg ári í stjórn stéttarfélags verkfræðinga, ég sat í stjórn félags hugbúnaðarhúsa, svo hef ég setið í alls konar foreldrafélögum og húsfélögum og hinn og þessu, eins og við kannski flest. Á vettvangi Öryrkjabandalagsins þá hef ég verið formaður laganefndar, ég vonaði að sé ekki hundleiða mér eftir síðasta aðalfund, þar þurfti ég að tala mikið, en sú vinna gekk allavega ágætlega og ágætisveganesti fyrir ýmislegt fleiri held ég, og ég þakka bara áheyrnina. Takk fyrir það. Þá tekur næst til máls Nílsína Larsen Einarsdóttir frá SIBS. Já, góðan daginn, Nílsína heiti ég, kölluð Nilla, nema ég þurfa að fá skammir í hattinn, þá má segja Nílsína. Ég varaformaður SIBS og þar í gegnum samtök lungnasjúklinga. Ég tómstunda og félagsmálafræðingur í grunninn og hefur vunnið auðvitað félagsmálum síðan ég var 21 árs og þó ekki nema 25 í dag. Vil ég telja sjálfur mér trúum. Já, ég hef bara mikinn áhuga. Ég starfandi hjá umboðsmanni barna og vinn þar af réttindi barna og margt sem kemur þar inn á mannréttindi og eins starfa ég sem ráðgjafi hjá Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélags Íslands. Og já, þannig ég held að ég hefi margt að leggja á skalirnar, alveg eins og hann Helgi hérna, hinum megin. Takk. Takk Nílsína. Alveg svo Gísli Helgason fyrirgefið þér. Gísli, já. Takk fyrir þetta, Nilla. Ætlaðu nú ekki að skamma þig. Snævar Ívarsson næstur til þess að kynna sig. Hann frá félagi lesblindra á Íslandi. Það keppni hljónumann. Sækja þér. Halló, já komið þið sæl, Snævar Ívarsson heiti ég frá félagi lesblindra. Ég titlar það framkvæmdastjóri, búinn að vera frá félagið frá upphafi og hér í Öryrkjabandalaginu hefur verið að gefa færi á mér í nefndir og stjórnir hérna hjá Öryrkjabandalaginu og saknaði þess að hafa ekki fengið að kynna mér neitt hérna síðast, en þetta eru svo mikið af góðu fólki hérna, þannig að ég veit ekki hvort að maður þóra að keppa mikið við þetta fólk, en ég hef svo sem ekki aðra reynslu en því sem ég kynst hérna hjá ÖBÍ af svona stjórnarstörfum og vil gefa færi á mér áfram. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá tekur næst til máls Sunna Brá Stefánsdóttir frá Gigtarfélagi Íslands. Komið sæl, ég nú ekki Sunna, hún því miður forfallaðist, en ég frá Gigtarfélaginu og starfa með henni þar. Hún verkefnastjóri hjá Gigtarfélaginu og hjúkrunarfræðingur að mennt og hún starfa líka hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og þetta, ég get bara sagt það með Sunnu, hún hefur skrifað hérna með sig, hún hefur mikinn áhuga á málefnum fatlaðra og langveikra barna og hún á 2 gigtveik börn. Hún þekkir innviði spítalanna og hún í forystu hlutverki foreldra gigtveikra barna og stendur sig mjög vel og röggsum og hæf og ég veit að hún mun alveg pluma sig vel með þess að hæfa fólk sem hefur búið sig fram. Takk fyrir það, fulltrúi Sunnu. Nú næstur til að kynna sig Vilhjálmur Hjálmarsson frá ADHD-samtökunum. Já, ég heiti Vilhjálmur Hjálmarsson í stjórn ADHD-samtökana og sitt fyrir þeirra höndi stjórn Sjónarhóls. Þess vegna ég leikari og hef unnið í félagsmálum tengt leikarafélaginu og ýmsu öðru. Ég tek bara þeirra áskorun að bjóða mér þetta fram og ég hef nú rifið kjaft á þessum fundum síðustu árin, þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir. Takk fyrir það og þá að lokum Þórir Steingrímsson frá Heilaheill. Já, komið í sæl, Þórir heiti ég Steingrímsson og formaður Heilaheilla. Það má eiginlega segja eins og svo að það það sem hefur varðað heilablóðfall. Ég búinn að vera formaður þessa félags alveg síðastliðin 10 ár. Við erum á að segja sig frá 2005
og við höfum reynt að fylgjast með þessu öryrkjabandalagi allan þennan tíma og þá þessu svokölluðu fötlunarsamfélagi. Ég sat í stjórn Sjálfsbjargar í nokkur ár og hef þó töluverða reynslu að því hvernig sem sagt, við eigum innan öryrkjabandalagsins að mæta því samfélagi sem við búum í. Og ég tek undir það sem aðrir frambjóðendur hafa sagt hérna að við þurfum að berjast fyrir okkar málstað, hvar sem við erum. Ég hef líka einnig mjög mikla reynslu af öðrum félagsstörfum heldur bara varðandi fötlunarsamfélagið. Ég hef unnið í baráttu samtökum þeirra stéttarfélaga sem að verið í mínu fagi síðastliðin 30 ár og hef þá töluverða reynslu af öllum þessum þáttum sem að við kemur þessum barátækjum sem Öryrkjabandalag Íslands byggir yfir. Að lokum þakka bara gott hljóð. Takk. Takk fyrir það. Þá hafa þau 10 sem að sækjast eftir setu sem varamenn í stjórn ÖBÍ kynnt sig eða fulltrúar. En við erum að vinna kjörseðlana, starfsmenn fundarins og þannig að ég bið ykkur að sýna okkur örlítið þolinmæði. Ég get líka komið eftir smástund og kemur já, hann að koma hér. Þannig að nú göngum við fljótlega til þessara kosninga að kjósa 3 varamenn í stjórn. Við lítum svo á að samþykkt síðasta aðalfundar þess efnis að þyrfti 11 atkvæði á kjörseðil í stjórn til að hann yrði gildur, gildi í prinsippinu einnig varamenn, þannig að það þurfi 3 atkvæði á þennan seðil. Hvorki fleiri né færri. Svo hann haldi gildi sínu. Vonum að enginn. Er einhverju spurningar varðandi það? Þá leið og allt tilbúið vörpu við kjörseðlunum hér upp á skjá og starfsfólk fundarins dreifir seðlum til ykkar. Mögulega ætti ég að hætta að tala og leyfa bara þögninni að njóta sín á meðan. Má ég kannski biðja þau ykkar sem að komið í salinn eftir að nafnakall fór fram að gera örstutt grein fyrir ykkur svo við séum alveg vissum að við séum með réttan lista? Einhver sem vill rétt upp hönd sem kom í salinn eftir að nafnakall fór fram? Sólveig Hildur, það er komið. Jón, það var komið. Helga frá FAS, má sjá. Já, það er komið. Helga frá Lauf. Já, það var komið. Það er komið. Fyrirgeðu. Íris, Túretssamtökunum. Já, og Gunnlaug það ekki? Það er komið. Þá erum við komið með endalega listu.
Það lokist ekki allt hjá okkur. Svo þarf ég bara fram að prenta fyrir það sem er blindir, sko. Já. Það kemur Ég eitt er búin að því, það er lokað. Það er ekki Jú. Og það er annað. Við bara með 4 skapelvana 5. Það var einhver sem tók. Það voru mér sem 6. Þannig að þau verður þá aðeins að bíða. 3 var hana. Ég skal ekki bara fara að prenta. Jú, það væri æðislegt. Herri, að prenta, nei, ég þarf að fá þetta aftur. Svo betur lemur það bara að opna. Nei, það verður að færa þetta yfir, sko. Já, það verður að færa þetta yfir upp bestu. Það er ekki bara 2 blaðsíður. Jú. Það verður þá að gefa sér fram sá sem er ekki skemmtilega. Þetta kom með þetta? Báða? Ok, frábært. Þá er bara að losa þetta út hérna aftur. Ekki komið með þetta, nei. Ok, þá hleyp ég fram. Jæja, þá er þetta að fæðast hjá okkur. Það er eins með þessa kosningu og þá í aðalstjórnina, aðalmennstjórn. Það sem að einhverjir þurfa að kjósa með aðstoð og skapalóni, þá eru þeir merktir svona kjörseðlarnir. Á fremri kjörseðlunum eru bara nöfnin í stafrófsröð A, B, C, D og svo framvegis. Heldur þú kannski kemur þessu fyrir? Já, við skulum kannski byrja á því að laga þetta allt saman. Þau eru þá þar í stafrófsröð en á síðari kjörseðlunum heldur stafrófsröðin áfram. En fyrir aftan er komin svíi, það sem stendur aftur A, B, C og svo framvegis. Þið skulu ekkert hugsa þennan sveiga ef þið ekki eru blindið að sjónskert og þurfið að kjósa með skapalóni. Hann er eingöngu fyrir þá sem þess þurfa. Þið hin notið bara bókstafina sem eru fyrir framan nöfnin. Það er verið að prenta núna kjörseðlana. Hér eru nöfnin í það minnsta komin í stafrófsröð eins og þau eru á seðlunum upp á tjaldið hjá okkur. Það eru Arnþrúður Karlsdóttir frá Túrett samtökunum, Friðgeir Jóhannesson frá Fjólu, Gísli Helgason Blindravinafélaginu, Ingi Hans Ágústsson, HVF Ísland, Ingveldur Jónsdóttir, MS-félaginu, Nílsína Larsen, SIBS, Snævar Ívarsson, félagi lesblindra, Sunna Brá Stefánsdóttir, Gigtarfélagi Íslands, Vilhjálmur Hjálmarsson, ADHD samtökunum, og Þórir Steingrímsson Heilaheill. Og voru að bætast við hér einhverjir fulltrúar. Þurfum að fá nöfn á Byrja þau sem að hafa ekki gert grein fyrir sér ennþá að kynna sig. Í leið og við dreifum kjörseðlum verðum við að loka
dyrunum hér svo að stemmi tala dreifðra kjörseðla og fundarfulltrúa. Bæði Rúnar og Arnar frá SEM. Ertu að biðja orðið? Einhver hljóðnemi á ferðinni? Já, Jón Pétur Sævarsson, Álbjörg. Sjá, býtu. Jón Pétur Sævarsson, eða ekki? Flott, það komið. Takk fyrir að láta okkur vita því. Nú ættu kjörseðlarnir að fara að birtast. Arnar frá SEM, mættur. Já, takk. Komið. Og Rúnar líka var það ekki? Rúnar líka. Takk fyrir það. Það flestandi að bresta í svang, það er svona líkurfundur. Hrætt. Já, jú. Myndir örugglega koma svona litlar nótur með. Byrjað að dreifa kjörseðlum? Já, mér sýndist þú vera með kjörseðla. Þetta er svolóts. Verið að dreifa skapalóni. Kjörseðlar að fara í dreifingu. Hér með. Þá þarf ég að biðja starfsmenn að gæta þess að ekki komi fundargestir inn sem að ekki eru búnir að tilkynna sig og hafa ekki verið kallaðir upp. Og hefst þá kosningin. Eins og áður segir þarf að merkja við 3 nöfn á þessum lista til að kjörseðill teljist gildur, hvorki fleiri né færri. Og það er verið að kjósa 3 varamenn í stjórn Öryrkjabandalags Íslands til ás 2015 til 2016 og við krossið við A þá er það að gefa Arnþrúði Karlsdóttur atkvæði, B. Friðgeiri Jóhannessyni, C. Gísla Helgasyni, D. Inga Hans Ágústssyni, E. Ingveldi Jónsdóttur, F. Nílsinu Larsen, G. Snævari Ívarssyni, H. Sunnu Brá Stefánsdóttur, I. Vilhjálmi Hjálmarsyni og J. Þóri Steingrímssyni. Alveg sjálfsagt. Það eru A. Arnþrúður Karlsdóttir frá Túrett-samtökunum, B. Friðgeir Jóhannesson frá Fjólu, C. Gísli Helgason, Blindravinafélaginu, D. Ingi Hans Ágústsson, HIVF Ísland, E. Ingveldur Jónsdóttir frá MS-félaginu og F. Nílsína Larsen frá SIBS, G. Snævar Ívarsson frá félagi lesblindra, H. Sunna Brá Stefánsdóttir frá Gigtarfélagi Íslands, I.
Vilhjálmur Hjálmarsson, ADHD-samtökunum og J. Þórir Steingrímsson frá Heilaheill. Á einhver eftir að skila kjörseðli? Ég sagði bara að hún þurfti að hafa það því að hann gæti þurft hjálp sem þrjum. Ég var að tala við þér, sem ég að taka hvað með þessu. Ég myndi fara með hún eða þú veist, við erum að halda áfram fundi. En er ekki eitthvað svona. Fleiri sem eiga eftir að skila kjörseðlum. Alveg öruggt að allir kjörseðlar eru komnir í kassa. Get ég fengið smá þögn? Alveg öruggt að allir hafi skilað kjörseðlum. Flott. Eru þá starfsmenn konum með alla kjörseðla í kassa, þá segjum við þessum kosningum bara lokið. Og við tekum talning sem að, eins og við vitum, getur verið tímafrek í svona flóknum kosningum. En á meðan við bíðum eftir talningu, við skulum öllu heldur ekkert bíða eftir talningu, heldur halda einfallega áfram dagskránni. Næst á dagskrá þá liðurinn lagabreytingar, aðildarumsóknir, ályktanir og önnur mál. Og fyrir fundinum fyrsta dagskrá eru lagabreytingar.
Takk, þú mistir hins vegar af kosningunum en þú ert þá innmelduð. Fyrirgefðu, þú ert Takk. Takk fyrir það. En það liggja 2 tillögur til lagabreytinga fyrir þessum aðalfundi. Önnur frá umræðuhópi skipuðum samkvæmt ákvörðun aðalfundar 2014. Hvað erum við ekki með hérna? Nei, það er. Og hin frá Gísla Helgasyni. Hvað er? Þetta verið sem meira skjálf, sama skjálf. Já, ásækja, þar hér báðar í sama skjali. En þær lúta báðar að sömu greininni, fyrstu málsgrein 18. greinar A, sem að í lögum aðildarbandalagsins hljóðar svo: Stjórn samanstendur, það að segja, A. Kosning og hlutverk stjórnar. Stjórn samanstendur af 19 stjórnarmönnum, formanni, varaformanni, gjaldkera, 5 formönnum fastra málefnahópa og 11 öðrum stjórnarmönnum. Stjórn kosin á aðalfundi úr hópi aðalfundarfulltrúa sem boðið hafa sig fram til trúnaðarstarfa samkvæmt 13. grein. Jafnframt skal aðalfundur kjósa 3 varamenn sem hafa seturétt á stjórnarfundum. Þetta fyrsta málsgreinin og báðar tillögurnar lúta að breytingum á henni. Tillaga til lagabreytinga frá umræðuhópi skipuðum samkvæmt ákvörðun aðalfundar 2014 hljóðar svo: Við fyrstu málsgrein 18. greinar A bætist við setning sem segir: Aðalfundur skal leitast við að tryggja að stjórn verði skipuð að meirihluta fötluðu fólki. Og umrætt ákvæði verði þá svo hljóðandi. Þá kemur þessi kafli sem Hildur las hér áðan og við bætist þessi setning: Aðalfundur skal leitast við að tryggja að stjórn verði skipuð að meirihluta fötluðu fólki. Tillaga til lagabreytinga frá Gísla Helgasyni, hún hljóðar svo að við þessa fyrstu málsgrein 18. greinar A bætist setningin: Í stjórn Öryrkjabandalagsins skal meirihluti vera á röðum fatlaðs eða langveiks fólks, að minnsta kosti 51% stjórnar bandalagsins. Og greinin yrði þá í heild eins og Hildur las áðan og þið sjáið hér á skjánum, og við bættist þessi setning sem ég las: Í stjórn Öryrkjabandalagsins skal meirihluti vera á röðum fatlaðs eða langveiks fólks, að minnsta kosti 51% stjórnar. Þessari tillögu Gísla fylgir greinargerð sem svo hljóðandi: Í áranna rás hefur þróunin orðið sú að hagsmunasamtök fatlaðs og langveiks fólks eru skipuð að meirihluta fötluðu og langveiku fólki í stjórnum, séu samtök eða félög viðurkennd sem samtök eða félög þessara þjóðfélagshópa. Þessi þróun hefur verið einkar áberandi á alþjóðlegum vettvangi. Fatlað og langveikt fólk hefur skapað sér sitt eigið kjörorð, ekkert okkur án okkar, og tekið málefni sín í eigin hendur, enda hefur það skilað mestum árangri með stuðningi samfélagsins. Já, og tillögunar eru hér hlið við hlið á skjánum. Það kannski rétt að fá bara einfallega fulltrúa þessara annars vegar umræðuhópsins og hins vegar Gísla Helgason til að gera grein fyrir sínum tillögum. Einhver hér í forsvari fyrir umræðuhópin sem vill taka til máls? Þetta umræðuhópur sem skipaður var samkvæmt ákvörðun aðalfundar 2014. Ég man ekki eftir því, ég var að vona að þú myndi muna. Jú, það var skipaður umræðuhópur ef ég man rétt. Það kom mikið að lagabreytingar tillögum. Sigurjón? Ert þú að
óska eftir að er einhver frá umræðuhópnum sem vill? Já, Gísli er vantilega ekki umræðuhópnum eða hvað? Er hann að fara að tala fyrir báðum tillögunum eða? Nei, ég er að spyrja. Ef enginn er frá umræðuhópnum þá er hún bara svona frá okkur. Anna, ok, hér er... Lesinu frá okkur og yfir, af okkur. Fæ ég orðið? Já, bara örstuð til að gera grein fyrir þessari tillögu. Ég ætla kannski ekki endilega að gera grein fyrir tillögunni sem slíkri. Ég ætla bara að fara yfir ferilinn. Það var aðalfundur sem að skipaði eftir ákveðna umræðu. Í fyrra var skipaður umræðuhópur sem var frábær umræðuhópur þar sem var að farið yfir þetta mál. Það var rætt á 4-5 fundum. Í hópnum voru Gísli Helgason og hún Guðbjörg Kristín, Valur Höskulds, Þóra Þórarins og Þröstur. Við héldum hann nokkra fundi. Þetta varð niðurstaðan af því samþykkt af hópnum að ég hélt og þetta var sent á stjórn samkvæmt ákvæði lagana sem segir að svona lagabreytingatillögur þurfa að berast 4 vikum fyrir aðalfund. Þetta er niðurstaðan af þessari umræðu. Ef við getum farið í grunninn þetta og tala kannski fyrir þessu. Það segir að aðalfundur skal leitast við að tryggja að stjórn verði skipuð af meirihluta fötluðu fólki. Og við vitum hver umræðan hefur verið. Það er stundum þannig og ef við tölum bara lögmennskuna það er þannig þegar við erum í samningagerð þá er það bara þannig að góðir samningar er þannig að menn fari jafnt ósáttir frá borði. Og ég held að þetta sé ágætis niðurstaða að svo komnu máli að minnsta kosti. Gísli var þessari nálgun ósammála. Breytingin hans kom til mín og ég sendi hana áfram á framkvæmdastjórn eins og að lagaákvæðið segir. Og ég held að Gísli megi bara taka við. Kannski ef einhver í hópnum sem vil bæta eitthvað við þetta. Við skulum bara sjá það. Það er enginn í hópnum búinn að gefa sig fram og ekki ætlum við að toga það upp úr fólki með töngum að tala fyrir sínum ályktunum. Gísli er hins vegar búinn að biðja orðið og hann næstur eðlilega talar fyrir sinni ályktun eða hvernig hann vill haga því. Gjörðu svo vel Gísli, það er að koma mikrofón. Já, fundarmenn afsæti, kæru fundarstjórir, góðir fundarmenn og ágæti formaður. Er þetta ekki rétt hjá mig núna? Ástæðan fyrir því að ég lagði þessa tillögu fram er svo að það er staðreynd að í áranna rás þá hafa fatlaðir og langveikir tekið málin í sínar hendur og ég hef bara reynslu af því bæði hérðan frá Íslandi og af erlendum vettvangi að þetta hefur stílað mestum árangri. Og þess vegna legg ég þessa tillögu fram og það er annað sem kannski Sigurjón sem var nú reynda bara starfsmaður nefndarinn en hann var ekki í nefndinni, kom ekki inn á það var kannað hvernig þetta væri í alþjóðlegu samtöku fatlaðra og það hefur lengi vafi á það hvort öryrkjabandalagið væri á tímabili tækt til dæmis í samtöku eins og ETF af því að það var ekki meiri hluti stjórnar oft á tíðum fatlaður eða langveikur og niðurstaðan mín er svo að við þetta frábæra framfara land eigum að standa fremst í fararbroddi í því að tryggja það að fatlað og langveikt fólk sé í meiri hluta í stjórnum sinna samtaka vegna þess að þá eru samtökin eins og Öryrkjabandalag Íslands með þessum hætti fullgild á alþjóðavettvangi. Takk. Takk fyrir það Gísli.
Ástæðan fyrir því að við erum með þær hérna hlið við hlið tillögurnar eru að þær fjalla alveg sömu grein og orðið bara gefið laust þetta. Þröstur, gjörðu svo vel. Já, fundastjórar, ágætu félagar. Ég satt nú í þessum hópi og vil nú byrja á að þakka þeim fyrir einstaklega gott samstarf og ekki síst Sigurjóni lögfræðingi sem var okkur mikil hjálparhella. Í mínum huga var hann ekkert bara starfsmaður. En það nú önnur saga. Við vorum nokkuð sammála þegar við hófum þetta starf megin markmiði, það að segja að stefna því að meiri hlutinn í stjórn Öryrkjabandalagsins væri skipaður fötluðu fólki. Ég, og var ekki einn það, gerði hins vegar athugasemdir við það að setja inn einhverja tölu, hvort sem það yrði 51% eða 61% eða 41%, það skipti mig ekki máli. Ég gerði hins vegar athugasemdir við að setja inn einhverja slíka tölu þegar það lægi ekki fyrir, hvernig í fyrsta lagi við ætluðum að skipta niður félögunum sem að nú mynda Öryrkjabandalagið, hvaða félög eru það sem teljast fötlunarfélög og hverjir myndu þá falla undir það að mega eiga fulltrúa í stjórn. Ég vildi fá það á hreint og ég vildi líka fá fram hvernig við myndum framkvæma slíkt lagaákvæði því við getum alveg gefið okkur að það þyrfti að reyna á það einhvern tíman að við þyrftum að færa til fulltrúa. Þannig að þetta var niðurstaðan og ég ætla nú bara að segja við ykkur ágætu félagar. Aðalfundurinn, hann talaði nú bara ósköp skýrt hér á laugardag að við förum yfir stjórnarkosningu og kosningu í trúnaðarstöður. Þannig að í mínum huga þetta ekkert stórkostlegt vandamál en það sjálfsagt fyrir okkur öll að minna okkur á þetta og halda þessu ávallt á lofti að meirihlutinn skuli vera skipaður fötluðu fólki, ekkert okkur án okkar eins og þar stendur. Fundurinn hefur talað alveg skýrt þannig að ég auðvitað mæli með að tillaga hópsins verði samþykkt þar sem að tala meirihluta. Takk. Takk fyrir það. Þá hérna hermaður upp við glugga næstur á mælendaskrá. Sælverið, Axel heiti ég frá Hreill. Mér finnst þessi umræða að vera algjörlega á villigötum og sérstaklega í skjóli þess að á síðasta ári þegar við fjöllum með það mál þá vorum við nýbúin að fella tillögu þrenns konar aðild að félaginu og mér finnst þetta alveg ótrúlegt að við ætlum svo að vera með eitthvað öðru einhver svona aðildakvóta svo innan félagsins. Ég bara spyr sko, má rödd fólk sem ekki getur komið sínum hlutum á farborða, má hún ekki heyrast á bandalinu? Ég bara mjög hissa á því að fólk skuli fara út í þessa umræðu. Mér finnst bara ekki eiga rétt á sér. Sko það eru einstaklingar í öllu félögum, ekki bara í slagfélögum eða já, það bara fullt aðilum. Líka sko við sem stöndum hérna, ófatlaðir einstaklingar, við erum forsvarar og málsvarar fólks sem að getur ekki komið sínum hlutum framfæri. Og mér finnst þetta bara ömurlegt að sitja og hlusta á einhverja kvótavæðingatal í þessu. Ég efast ekkert að fólk sé hér allt saman algjörlega heilindum. Takk fyrir. Takk fyrir það. Vilhjálmur. Já, Vilhjálmur hérna hjá ATHT samtökunum. Þess vegna ég með hálsflútin. Hvað þetta? Öryrkjabandalagið eru regnhlífa samtök. Þetta eru bandalag tæplega 40 aðildarfélaga. Hvers félagsmenn eru af ólíku sauðahúsi, sumir með sjáanlega fötlun, aðrir ekki, og enn aðrir hreint allsendis ófatlaðir, svo sem í félagi aðstandenda Alzheimer-sjúklinga, svo ég nefni eitthvað dæmi. Hugmyndir að skuldbinda bandalagið til að tryggja að meirihluti stjórnarmanna séu fatlaðir, byggja á löngu úreltum hugmyndum, að óbreyttu óframkvæmanlegum og eiga vart heima á þessari öld. Einhverjar úr félagsins eru ekkert okkar án okkar. Það stendur ekki fyrir aftan að sumir séu jafnari en aðrir. Ég partur af þessum okkur, hitt bara vitleysa. Takk fyrir það. Garðar. Garðar næstur.
Garðar? Já, góði félagar. Þetta ekki fyrsta sinn, þetta hefur komið upp í fyrra, þessi umræða, og ég veit ekki neitt stað þar sem að hún fer í þann farveg að hún verði eitthvað svona hitamál milli fólk sem er fatlað og langveikt og hinna sem eru aðstandendur og stuðningsmenn. Víðast annars þar hafa þeir af heilum hug viljað sjálfur. Yfirgnæfandi meirihluti fatlara og langveikra getur sem betur fyrir tala máli sínu og þeir sem styðja og hafa alla til gert í Öryrkjabandalaginu og gera enn. Þeir hafa alltaf viljað styðja undir þetta og þetta mjög nýtt hjá okkur að þessi umræða að þetta sé eins og þetta beinist, þetta sé með einhverjum á móti einhverjum. Þetta af og frá. Og ef við raunverulega viljum að þetta eigi að vera svona, þá hlýtur að mig að segja þetta, það á ekki að fara ofan í hálsmálið á hverjum og einum. Félögin eru misjöfn. Og ef það fær að verða eitthvað brögð að því að fólk fær að kynna sig öðruvísi og að vill á sér heimild frá einhvern hátt að þá væri bara den tíð den sorg, þá væri færið í það. En til dæmis hjá Disabled People International, alþjóðasamtökum fatlara, hjá Evrópusamtökunum, þar ekki svona umræða eins og hjá okkur. Menn skilja þetta. Þetta í samtökum þar sem að blökkumenn hafa barist, þar sem að samkynhneigðir hafa barist, þar sem alkohólistar eru með samtök. Það ekki verið að fara eitthvað próf, ert þú alkohólist, ert þú samkynhneigður og svo framvegis. Menn bara gera grein fyrir sér, við eigum ekki að tala svona saman. Og ef þetta eins og Þröstur segir og fleiri, að þetta skuli vera svona, hvers vegna þá þetta má vera í okkar lögum. Og við erum bara sterkar og eftir. Samkvæmt reglum alþjóðasamtakanna og ETF má víkja okkur úr samtökunum ef við ekki uppfyllum þetta og allflestir hingað til sem hafa verið foreldrar og aðstandendur hafa viljað valdefla fatlaða, vilja sjá börnin sín og aðra taka málin í sínar hendur. Þannig að þessar raddir þær heyrast til allrar hamingju ekki annar staðar. Við skulum aðeins hugsa okkur að þetta ekki sett fram af illum hug hjá þeim sem þetta hugsað mál. Og þetta í alþjóðlegu samhengi. Takk. Takk fyrir það. Áður en við hleypum næsta mælendaskrá, einhver tæknimaður í þessu búri? Hægt að minnka eitthvað þessu ljós eða láta ykkur fór sólglerugu? Þá var það Rúnar. Já, bara, mér langar að tala þetta með svipað eins og Garðar sagði að mér finnst svona dálítið misskilningur að fólk haldi að þetta sé einhver árás á einhverja. Þetta náttúrulega bara snýst að fólki taki sín mál í sína eigin hendur þau varða og ég held að það sé nú ekki meiri hluti félagsmanna sem getur ekki komið fram fyrir sig sjálfur og þeir sem geta það ekki, þeir auðvitað, það enginn að banna neinum að taka þátt í starfinu og það samt alveg pláss fyrir þá aðila innan stjórnarinnar og svo náttúrulega líka allt annað ef einstaklingurinn kemur og með fulltrúa með sér til dæmis líka. Mér finnst það dálítið vanta í umræðuna að ef fólk kannski getur ekki tala fyrir sig sjálft að það komi þá með ekki, að það sé ekki einstaklingur bara fyrir þau til dæmis og í þá áttum. Takk fyrir. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Svafa, var það ekki næst? Fundarstjórar, formaður og góði félagar. Í raun og veru þá alveg með ólíkindum að þessi umræða þurfi að fara af stað svona enn og aftur og einu sinni. Þetta á ekki að þurfa að eiga sér stað en eins og Garðar að benda á, það getur vel verið að við séum bara ekki komið lengra í umræðun en þetta og þess vegna eigi hún að fara fram og eigi fulla rétt á sér. Ég stend sem fulltrúi FAS sem félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimersjúklinga og annarra með skylda sjúkdóma. Okkar fólk getur ekki talað fyrir sig sjálft á stöðum eins og þessum hér og þess vegna stöndum við og þess vegna erum við að vinna á nákvæmlega sömu forsendum og allir aðrir.
Það er að segja öll þessi 37 félög sem nú eru. Og ég hef áður bent á það að Öryrkjabandalagið er náttúrulega bara við. Öryrkjabandalagið er ekkert eyland eitt og sér. Það væri ekki til ef þessi 37 félög væri ekki til. Og það held ég við getum öll verið sammála um. En vegna fötlunar sinnar, og það er fötlun að vera með Alzheimer-sjúkdómi til dæmis, að þá getur fólk ekki tjáð sig og ekki komið fram fyrir hóp eins og þennan hér. Og þess vegna náttúrulega er það rödd sem að við erum að færa áfram. Og ætlar einhver hérna inni að halda þið fram að það sé mismunandi vægi á rödd eins félags eða annars innan bandalagsins. Ég trúi því ekki og ég held ekki. Vegna þess að við erum öll að vinna að sameiginlegu markmiði og við ætlum ekki að koma fram fyrir samfélagi sem við erum að biðja að hlusti á okkur með þau skilaboð að það sé bara hlusta á suma en aðra ekki. Þannig að ég held að það sé alveg líka í augum uppi að það verður undir öllum kringumstæðum passað upp á að alla raddir heyrist innan Öryrkjabandalagsins. Þannig hefur það verið vonandi, allavega vill ég leggja áherslu og stuðla að þannig verði það í framtíðinni. Takk. Takk fyrir það. Hjördís er næsta mælendaskrá. Hjördís. Hjördís er næst. Já, mér langaði bara til þess að segja það að já, ég tek undir með Garðari þar sem að tala þegar við erum að vísa í samtök erlendis. Þetta er ekki spurningum hver á að ráða. Þetta er bara ákveðin hugmyndafræði sem að við eðlilega fylgjum við straumum og stefnum erlendis frá. Það er ekkert okkur án okkar á baki það náttúrulega það er þessi valdefling. Það er sem að efla fatlað fólks til að standa sjálft fyrir máli sínu, berja sjálft fyrir sínu rétt og nota sína rödd. Og fólk sem að sjálft stendur upp fyrir sjálfan sig, eins og ég segi, auðvitað við erum mjög ólík, þetta eru ótal mörg félög sem eru undir ÖBÍ. En alveg eins og Garðar sagði, þetta er ekki gert af slæmum huga, þetta er ekki gert af illum huga, heldur auðvitað reynum við bara að fylgja því sem að gerist erlendis. Takk fyrir það. Nú, Þórir er næstur að ekki? Já. Já. Komið þið sæl, Þórir Steingrímsson heiti ég. Ég verð nú aðeins að taka undir þetta sem Axel Jespersson kom inn á áðan vegna þess að í okkar félagi er fólk sem er haldið málstóli. Það getur ekki tjáð sig, það er ekki talað á fundum, en það getur þó sátt sem áður tjáð sig við þann sem að skilur og túlkar. Aftur á móti treysti ég mjög vel aðstandanda það að túlka greinilega vilja og getu þess sem er við málstól. Í Danmörku til dæmis, þá satt ég ráðstefnu til Nordiske Arbejdsråd og lögfræðingar sem hefðu mist málið vegna heilablóðfalls, þeir voru með sér skrifstofu. En þegar þú komst inn á skrifstofuna og gast ekki tala við þá, það var að nota annað tæki til þess að vera þau með þessi tjáskipti. Þeir eiga sér eiginkonur og börn. Og þetta fólk, alveg eins og Axel hér, eru fullmektigir til þess að sitja í stjórn og varastjórn Öryrkjabandalagsins. Og mér finnst það að vera að skerða ekki bara hans getu til þess að koma skoðunum á framfæri, heldur að túlka þess sem hefur málstól. Svo hinn aftur á móti er hitt, að ég sem frjáls Íslendingur í þessu samfélagi, ég vil kjósa þann sem að ég tel best hæfan til starfsins, hvort sem er fatlaður eða ófatlaður. Takk fyrir. Takk fyrir það. Hjörtur var næstur. Góða kvöldi. Afsakið ég smá kvefaður. Mér langt til að
segja nokkur orð um þessu tillögu. Fyrsta lagi, þá hef ég efasemdir að þessar lagabreytingar skilji félagið eftir sterkara heldur en áður, því eðli sínu eru þessar lagabreytingar sundrandi inn á við. Það er að segja, þær skipta félagsmönnum í 2 hópa sem hafa ekki sama rétt í félaginu. Ég er formaður heyrnarhjálpar, ég er reyndar líka í stjórn Foreldra- og styrktarfélags heyrnardaufra. Við erum talsmenn barna, það eru fleiri talsmenn barna hérna inni. Þau þurfa eðlilega að hafa sinn talsmann. Og í þriðja lagi langar mig til að nefna að það er ekki endilega, felst ekki endilega valdefling í því að setja reglur lágmarkskvóta í stjórnum. Eins og ég skil valdeflingu þá felst hún frekar í því að styrkja einstaklinginn til þess að sækjast eftir ábyrgð, til þess að sækjast í ábyrgðarstöður. Og þannig hef ég til dæmis reynt að ala mín börn upp og auðvitað eigum við í Öryrkjabandalaginu að starfa þannig að við eflum fatlaða í því að sækjast eftir stjórnunarstöðum. En við gerum það ekkert endilega með því að setja kvóta. Takk fyrir það. Frímann er næstur á mælendaskrá. Frímann. Viltu gera athugasemd við fundarstjórn? Fundarstjórn eða? Já, takk fyrir það. Afsakið, við skulum taka okkur á í því. Og jafnframt hvetjum fundamenn til að kynna sig sjálfir áður en þeir hefja málsett. Góðu félagar, ég heiti Frímann Sigurður Níelsson og er í SBS. Þetta er ekki tillaga að banna öðrum en þeim sem eru öryrkjar að sitja í stjórn. Þetta er tillaga að tryggja öryrkjum meirihluta í stjórn eða öryrkjum, fötluðum og langveikum meirihluta í stjórnum sinna félaga. Þetta er alveg rosalega forræðishyggja finnst mér hjá foreldrum að halda að þeir einir ég geta talað fyrir börn sín. Ég vann lengi málflokki fatlara og sambýli fyrir fatlaða, þroskað fólk. Stór hluti af þeim vanda sem þar var þvermóðska foreldra og ofta tíðum ofbernd. Það eru sjálfsagt einhver einstaklingar sem að hafa enga möguleika á að tjá sig með öðrum hætti en í gegnum aðra, en ég er alveg vissum að sín foreldra á þarfir barna sinna og tækifæri er allt önnur heldur en þeirra sjálfur eður getið tjáð sig. Og það er mikill munur á því að börn tjáð sig með aðstoð túlks eða einhverja tækja heldur en tjáð sig með aðstoð foreldranna. Mér finnst þetta svo sjálfsagt mál að fatlaðir séu ríkjandi og ná ráði í sínu félögum og ég styð það indrið hvort þetta á bara að vera hvor tillagan finnst mér sjálfur sér ekki skipta höfuðmáli en þetta atriði að fatlaðir eða langveikir fá í friði að geta stjórna sínu félögum, mér finnst það bara grundvallar atriði. Takk fyrir. Takk fyrir það. Bergur hafði beðið orðið næst. Þessi sem þú varst Kæru félagar, mér finnst þessi umræða, mér þykir hún miður og ég skil eiginlega ekki alveg á hvaða farfi hún er. Eins og komið fram hjá meðal annars þeim sem undan hafa talað, Garðari meðal annars, þá gilda ákveðnar reglur í alþjóðlegum samtökum sem við eigum aðild að. Þannig er það bara. Og ef við getum ekki sætt okkur við þær reglur, þá er möguleiki á að vísa okkur á dyr. Ég er eins og ekkert að sjá að það gerist. En nú ætlum ég bara að vera alveg hreinskinn. Ég þykir við vera að eyða allt of miklum tíma og púðri, orku í eitthvað svona vastur, eitthvað svona karp
Ef að tillagan hérna sem nær mér eitthvað sem meira ásandalegt, þannig að hér verður ekki tala fram með mat, allt í lagi. En tillaga Gísla gengur auðvitað lengra. Og sjálfsögðu myndi ég vilja sjá hana verða veruleika. Með þá umræðu sem undan hefur gengið. Salurinn skiptist reyndar svona næstu því til helminga í afstöðu til þess. En hver raunveruleiki? Við erum að fara að vinna að ákveðnum málum. Og það alltaf eitthvað á þessu blessa ísilaða landi sem snertir okkur. Bara núna seinast í dag var ráðherra og formaður samtaka ferðamála að kynna þetta plagg, vegvísir í ferðaþjónustu. Orðið aðgengi fyrir alla, eða setningin aðgengi fyrir alla, kemur einu sinni fyrr, einu sinni. Ég vona reyndar að það sé mér að þekka, en ég samt hálfsvektur. Þannig að hann ekkert minnst á aðgengi að gistingu eða fleira og fleira, samgöngum. Það bara að tala aðgengi fatlaðra náttúrunni, þar sem það á við. Já, nákvæmlega. Þannig að ég bið menn að setja kraftin í annað. Við þurfum að vera út allt, allstaðar, alltaf. Því annars mun okkar barátta engu skila, sannið til. Takk. Takk fyrir það. Takk Bergur. Hérna aftast. Já, þarna við. Já, einmitt. Komið sæl, ég heiti Fjóla og ég formaði málefnis. Það kom hérna upp umræða foreldra. Ég svona foreldri. Veit ekki hvort að ég sé svona frek og vitlaus þegar ég tala fyrir barnið mitt. En ég á barn með málþroskaraskun sem hefði engan veginn geta mætt hér í dag. Hann 6 ára. Örugglega að lesa það sem hann á að vera að lesa heima núna. En ég skil ekki alveg þessa umræðu og ég hef tekið eftir ég byrjaði að funda þetta að mér finnst við alltaf einhvern veginn vera að rífast. Þetta sé eitthvað svona þessi á móti þessum. En með við það sem ég hef verið að sjá í umræðum og fréttum, þá finnst mér öll vera að vinna bara frekar vel saman, hvort sem að það sé fatlaður eða ekki, því að ég tel mig og aðra foreldra í okkar félagi vera að vinna virkilega flotta vinnu fyrir okkar fólk sem eru börn með málþroskaraskanir og geta ekki komið hérna fram eða á öðrum stöðum. Í okkar félagi ekki bara foreldrar, það eru talmeinafræðingar, það eru kennarar. Það eru fólk sem þurfa að vinna með þessum börnum á hverjum einasta degi og til dæmis ekki til stefna fyrir þennan málflokk, fyrir börn með málþroskaraskanir hjá velferðarráðuneytinu. Þannig ég tel við okkur eiga bara fullt erindi hérna inn eins og alla aðra, en ég tel líka að við getum öll bara unnið nokkuð vel saman. Ég meina, við erum öll fullara fólk hérna og við erum öll að vinna fyrir ykkur sem að stendur okkur mjög nærri og skiptir okkur öll máli. Hvort sem að við sem einstaklingar sem eru fötluð eða erum að tala máli fólks sem á við einhvers konar fötlun að stríða. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá Arnar næstur. Já, sælverið, Arnar heiti ég og kem frá CM. Þetta náttúrulega, þetta leiðilegt mál og bara á villigötum í allar áttir, því að það standa hérna upp foreldrar og aðstandafélög hægri vinstri eins og það sé verið að reyna að ýta með eitthvað út úr öryrkjabandalaginu og sem hefur aldrei verið talað í raun og veru, en ég ætla að benda ykkur á það og öllum sem eru hérna inni að ef að aðstandafélög, samtakar eins og okkur sem teljur 70 manns myndu vera stofnuð, þá yrðu þau, skilur, 10.000 manna félag bara á einni nóttu með 6 fulltrúa á meðan að fötlunarfélögin eru kannski bara með 2 fulltrúa og í raun og veru ef það ætti að vera eitthvað réttmætt hérna inni þá ætti ekkert félag að vera stærra en eitthvað annað inni. Vandamálið það að sum félögin inni að telja skilur 6 einstaklinga á móti 2 og þetta kannski eini möguleikinn til þess að jafna þann mun að við skilur myndum öll hafa jafnt vægi hérna inni. Takk fyrir mig. Takk fyrir það.
Ægir, næstur að mældagskrá. Fundarstjórar, góði fundamenn, Ægir heiti ég á MND-félaginu. MND-félagið er sjúklingafélag. Ég styð tillöguna frá umræðuhópnum og ég tel að það hún sér þó í áttina. Ég vil líka benda fundamönnum á það að þessi tillaga prósentu, hún er búin að koma, ég er búin að þetta hluna 10. eða 11. fundurinn sem ég sitt, hún er búin að koma held ég næstu í öllum fundum og aðalfundurinn hefur alltaf fellt hana. En ég styð hana og ég segi það, ég trúi því ekki, einn einasti maður hérna inni, frá alveg sama öllum aðildarfélögum bandalagsins, séu að vinna að öðru en að málefnum fatlaðra. Og það var ágættur punktur sem hún sagði hérna konan áðan, að ég segi það er enginn að sitja hérna heila lögdag ef hann hefur ekki áhuga þessum málum og er að vinna þessum málum. Og í öðru lagi, þá held ég að þetta hefur ekkert verið vandamál, held ég. Ef þetta hefur verið vandamál, þá hef ég misst af því. Og þannig að því leytinu til styð ég þessa vinnu frá vinnumurahópnum og annað sem líka sem styrkir það eins og Þröstur sagði hérna áðan, það þarf og verður þá að skilgreina fyrst hvaða félög, þannig að hvaða félög það eru sem eru þá ekki til þess að menn geti valið þá ef þetta er því. Og síðan spyr ég ef það næðist ekki þessi tiltekna prósenta, hvernig það gengur nú nógu illa að kjósa hérna í dag. Þannig að hvernig myndi það fara á aðalfundi þar sem næðist ekki þetta hlutfall. Og þannig að ég sé það syns ekki allavega í dag að það sé þörf á þessu að festa þetta í ákveðnu prósentu. Takk fyrir. Takk fyrir það. Halldór Sævar er næstur að mældagskrá. Kæru fundarstjórar, kæru aðalfundarfulltrúar, mér finnst nú umræðan núna vera yfirvegari heldur hún var, Bónur ekki sammála mér, heldur hún var á síðasta aðalfundi. Það er samt svolítið, og ég tek undir það sem margir hafa sagt hérna, erum við ekki svolítið að rífast á röngu stöðum. Við erum að takast á þetta inn á þessum fundi þar sem eru svo ýmis baráttumál út í samfélaginu sem við ættum að vera að takast á. Ég óttast svolítið að, og ég held alveg saman hvernig þessi afgag, önnur til að vera samþykkt eða hvorug þeirra, út af það 2/3, þá munum við halda áfram að ræða þetta og það er kannski, þá þurfum við að þroska okkur þá átt. En ég held að sé samt svolítið mikilvægt að við greiðum þetta atkvæði á eftir og þá sjáum við bara og þetta er ekkert stríð. Skiljið mig, við erum ekki í einhverju stríði, og þessi umræða kemur upp á fundum og ég held að þá þurfum við, saman hvað niðurstaðan verður, þá þurfum við að þroska þessa umræðu svolítið inn í bandalaginu og það er ekkert að því þó að verið greitt atkvæði. Ég vil bara leggja áherslu á það. Sjálfsög ég kem úr fötlunarfélagi þar sem formaður blindrafélagsins gæti ekki annað en verið blindur eða sjónskertur og það félag var stofnað 1939. Og við erum mörg úr þessum fötlunarfélagum þar sem eru einhverjar svona reglur. Það er samt við bönnum ekki styrktarfélögum að vera í stjórn. Það eru 2 af 5 stjórnarmenn sem geta verið styrktarfélagar hjá okkur ef að félagsmenn kjósa það inn í stjórnina. En þeir geta ekki kosið í félaginu okkar. Það sem ég vil líka út að ég held að við höfum öll inni tala svolítið vel sáttmálann Sameinuðu þjóðanna. Hugsa svolítið hann þegar við erum að velta þessu fyrir okkur. Hvað stendur í honum að fatlað fólk eigi að sjá málið sitt sjálft, það stendur í nánast öllum greinum og það taka mark á fötluðu fólki. Við verðum líka að vera svolítið trúverðug út á við.
En ef bara lokum, við skulum ekki setja þetta þó við séum að tjá okkur hérna dálítið svona opið þetta, reynum að halda svolítið hitanum frá þessu og umræðarna fóru svolítið út þúur hérna á síðasta aðalfundi þegar menn voru byrjað að taka niður gleraugun og segjast vera fatlaðir eða ekki fatlaðir og þannig að við skulum bara öll, og ég að reyna að gera það núna hérna að vanda mig líka í umræðinni en ég held að á einhverju tímapunkti þurfum við kannski bara að taka hérna, já, greiða þetta atkvæði og ekki setja þetta alveg samkvæmt niðurstaðan verði í einhvern rosalegan átakaferil, heldur reyna að þá vinna okkur inn í sameiginlega sýn á hlutinni í framtíðinni. Takk fyrir. Takk fyrir það. Sveinn Rúnar. Góðir félagar, fatlaðir og ófatlaðir, langveikir og heilbrigðir. Ég held við séum nú öll heilbrigð, svona meira og minna, með einu eða öðru móti. Ég vil taka undir mikið af því sem hefur verið sagt hér, ekki síst hjá Halldóri núna síðast. Og ég vil segja frá sjálfum mér, ég heiti Sveitur Rúnar Hauksson og ég varaformaður Geðhjálpar. Greindist og var oft innlagður vegna geðhvarfa hér á árum áður. Hef undanfarið 16 ár verið þáttakandi í sjálfshjálparhóp fyrir fólk með geðhvörf, haldið vikulega fundi. Það alveg síðan á síðustu öld að Geðhjálp var stjórnað af einhvern geðlækni, raunar mjög góðu manni, geðhjúkrunarkonu, hún var líka ágætisformaður. En núna, að minnsta kosti í 15 ár held ég megi segja, þá hefur formaður verið úr okkar röðum og stjórnin að meiri hluta. Auðvitað eru aðstandendur velkomnir og við þiggjum þann stuðning. Ég félagi í ýmsum öðrum félögum sem hér eru. Ég stuðningsfélagi í Blindrafélaginu og sit með þeim. Þeir eru mér kærir. Ég hef líka lengi verið í FAAS, en ég verð samt að gera svolítið athugasemd við það sem sagt var af hálfu FAAS fulltrúa hérna áðan. Þetta að Alzheimer sjúklingar geti ekki talað fyrir sig sjálfir. Það fannst mér skrítin fullyrðing. Við höfum oft heyrt svona fullyrðingar áður aðra hópa. Að þroskaheftir geti ekki talað fyrir sig sjálfir. Að geðveikir geti ekki talað fyrir sig sjálfir. Blindir eiga náttúrulega bara að vera í búrum, vera bara inn í húsum, ekki koma út, vera ekki fyrir öðru fólki. Ég átti móður sem var með Alzheimer, hún fór mjög hratt og ill út af þeim sjúkdómi. En það líka mjög margir aðrir í minni fjölskyldu og konu minnar sem eru með Alzheimer á vægustigi og geta svo sannarlega að tala fyrir sig sjálfur og gera það. Ein hringdi í mig, hún er búin að vera minn sjúklingur líka, ég starfandi heimilislæknir og þekki þetta þannig, fullt af fólki sem hefur fengið greiningu stórgáfa fólk og getur vel tala fyrir sig sjálft. Ég hef lengi saknað þess að skuli ekki vera félag Alzheimer sjúklinga í okkar röðum. Við erum hérna að tala breytingartillögu frá Gísla Helgasyni. Ég styð þá tillögu eindregið. Það væri mikil framför fyrir okkur og það væri líka góð tíðindi til félaga okkar í öðrum löndum að við höfum markað skýra stefnu í þessu máli. Mér finnst í sjálfum sér kannski prósentan ekki skipta öllu máli, en það að það sé algjörlega á hreinu að fatlað fólk á Íslandi í sínum samtökum með aðstandendur foreldra og aðra nauðsynlega félaga í sínum samtökum, þá allir fatlaðir sjálfir að leiða sín samtök og tala sínu máli. Ekkert án okkar, ekkert fyrir okkur án okkar, ekkert okkur án okkar.
Og þessi tillaga, það var sagt hún hefði verið borið hér fram áður og ég vil 10 sinnum felld, menn við mitt borð minnisgóðir, miklu minnist betri en ég er sennilega, ég hef ekkert látið greina mig, en hérna, þetta í ættinni, eins og ég hef búin að tala áðan, ég hef nú verið hér á aðalfundum áður og ég minnist þess ekki að þetta hafi verið fellt áður, en það má nú skoða í fundargerðum, við búum með tíman, en við skulum endilega, eins og Halldór sagði á, við skulum leiðast inn í framtíðina en ekki sitja í einhverju gömlum fordómum eða deilum sem eiga ekkert heima hérna. Takk fyrir. Takk fyrir það, herra maður hér, beint fyrir framann. Góða kvöldi, hún vist að verða 6 klukkan, svo má segja það. Hannes Þórsson heiti ég og félagi nýrnasjúkra. Og ég meina einfalda spurningi, ég spurði það þessi fyrra líka og þá fékk ég mörg mismunandi svör. Hverjir eru fatlaðir? Vegna þess að ég spurði fyrra, þá að tala upp fyrir mig að það væru náttúrulega langveikir, sem er tekið sérstaklega fram þarna hjá honum Gísla, fatlaðs eða langveiks fólks. Ég held reyndar að ég væri sem langveikur einstaklingur fatlaður. Og ég fékk líka upptalið nánir aðstandur fatlaðs fólks eða fólks með skerðingar eins og foreldrar fatlaðra fólk. Það sem einhverjum að spyrja ef þetta fyrir í lögin og eitthvað býðir sér fram, er hann fatlaður en ekki fatlaður? Hvernig skilgreinum hver er fatlaður? Er eitthvað skilgreiningu það í lögum félagsins eða hverjir telja sem fatlaður? Kannski lögfræðingur getur svarað því. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá er næstur á mælendaskrá þessi hvítuskýrtunni hérna með borðið. Já, komið þið sæl, Daniel heiti ég hjá CP-félaginu. Mér langar að segja að fyrir mitt leyti þá er ég afskaplega hlynntur tillögu umræðuhópsins og það felst eiginlega sérstaklega í því að þá treystum við hreinlega aðalfundunum okkur sem hér sitjum til þess að taka ákvörðun þetta hverjir skipa stjórn Öryrkjabandalagsins. Og ég segi allavega fyrir mitt leyti að þá myndi ég sjálfur, svo lengi sem ég sitt hér fyrir hönd míns félags, sjá til þess að ég kjósi þannig að meiri hluti stjórnar yrði skipaður fötluðu fólki. Það er svona kýsi frekar þessa tillögu. Hún felur aðalfundunum valdi til að gera þetta. Takk fyrir það. Hérna aftast, einmitt. Fundarstjórar, kæru félagar, ég held að félag með BÍ. Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir heiti ég og fekk þann heiður að fá að sitja í þessum umræðuhóp í sumar og tala við Gísla Helgason og Val og Þröst og Þóru. Og þetta var virkilega gefandi umræða, virkilega góð að fá sjónarmið fram og tilbaka upp á yfirborði. Það er eitt varðandi, sko það er svo mikill munur á sko vera aðstandandi barna eða fullorðinna. Að sjálfsögðu þurfa börnin sinn málsvara, en leið og fólk er orðið 18 ára fullorðið og getur tjáð sér sjálft að þá á það að gera það. En ég held með þennan kvóta, við komum inn á það 51%, því miður hefur í svo margri jafnréttisbaráttu reynst nauðsynlegt að setja kvóta til þess að stuðla að valdeflingu. Valdeflingin er ekki sjálfgefin. Það þarf kvóta til og það með 51% finnst mér við ekki vera að fara langt. Það er ekkert verið að ýta neinum út. Þetta við erum bara að tala um 51%. Og hinn tillagan var svona málamiðluna til að taldið ef ég má leyfa mér að segja það. En eins og segi, kvóti hefur reynst eins og í kvenréttindabaráttunni þekki ég það, þar hefur kvóti oft reynst nauðsynlegur. Takk fyrir. Takk fyrir það. Kannski rétt að gefa Sigurjóni orðið. Já, spurt var hvort það lög bandalagsins skilgreina það hver er fatlaður. Svarið er bara mjög einfalt, nei, það er ekki skilgreint með beinum hætti. En við lítum þá bara til samnings Sameinuðu þjóðanna það að fatla fólk séu þeir sem að
vegna skerðinga og samspil við umhverfið geti ekki tekið fullan þátt í samfélaginu. Þetta er náttúrulega bara svolítið vítt. Ég myndi segja þetta sé svona, það er í rauninni ekkert skýrara varðandi það. Spurningin hvort að aðstandendur séu fatlaðir. Ég var á þeirri skoðun einhvern tímann að aðstandendur myndi falla undir hugtakið fatlað fólk. Það var bara rangt hjá mér. Þó svo að hún njótir verndar, það sem er bann við mismun á grundvelli fötlunar, til dæmis á vinnumarkaði. Þó svo að þú sem foreldri njótir verndar á grundvelli þess, þá ertu ekki fatlaður, þannig að aðstandendur falla ekki þarna undir. Sem að leiði mig akkurat að ákveðnu kjarnaatriði í þessu og því sem að EDF segir, og þeir eru að tala að sé 51% regla hjá EDF. Það er rétt. EDF-reglan segir að í öllum governing bodies, þar sé að stjórnar, bara öllum stjórnum, skuli að meirihluta vera skipaður fötluðu fólki eða aðstandendum þeirra, eða aðstandendum barna sem get ekki tala fyrir sig sjálf. Það er reglan. Svo kemur náttúrulega kannski að því hvort það sé þörf á svona reglu. Við skoðum framkvæmdina. Það hefur verið þannig að þetta hefur verið upp í skipað meirihluta fötluðu fólki. Stjórnin sem á skipi núna síðast, það er alveg greinilegt að svo er. Sem að held ég bara leiði mig aftur á því að ég held að leiðin til að leysa þetta sé að samþykkja á það sem umræðuhöfbúlinn var með. Takk. Voni hafi svarað. Takk fyrir það. Þá er orðið hér. Nei, þú ert næst. Já. Varst þú að biðja orðið? Var hún að biðja Komið þið sæl. Ég heiti Íris Árnadóttir og er fulltrúi Tourette-samtakanna hérna. Í mínum samtökum þá hefur okkur gengið afskaplega illa til þess að fá fullorðna með Tourette til þess að sitja í stjórn samtakanna og við vildi mestalagi náða einum. Og þeir hafa jafnvel ekki boðið sig fram aftur. Þó við reynum það virkilega. Ég vil byrja á að segja að mér finnst frábært að vera hérna og dáist mikið af öllu þessu flotta fólki hérna sem að starfar að málefnum fatlaðra. En ég er pínulítið hrædd um þetta sé aðeins að sundra okkur. Að því leyti að ef að meðlimir ákveðinna félaga verða sjálfkrafa einhvern veginn útilokaðir frá því að sitja í stjórn samtakanna vegna þess að þeir eru foreldrar. Ég tek sem dæmi, ég á 2 fatlaða syni sem að geta þess vegna verið í 8 félögum hérna sem að tilheyra Öryrkjabandalaginu. En er ég eitthvað betri manneskja til þess að berjast fyrir þeirra réttindum vegna þess að ég er gigtveik og er með skerta starfsorku þess vegna? Þá hugsa ég með framkvæmd. Hvernig ætlum við að sjá þetta í framkvæmd? Þurfum við að stofna nefnd? Þurfum við að stofna einhvers konar tryggingastofnun hérna eða skiptast á sjúkraskýrslum? Fólk sem er að bjóða sig fram. Er það ekki svolítið langt gengið? Hvernig sjáum við þetta í framkvæmd? Það er fólk að koma með læknisvottorð. Takk. Takk fyrir það. Svavar er næstur að mælendaskrá. Góðan dag, Svavar Kjarval frá einhverju samtökurum og ég er líka svangur. Já, ég ætlaði nokkurn veginn að spyrjast út í framkvæmdina því að ég er einn af þeim sem að reyna að hugsa út í það hvernig þetta yrði framkvæmt. Þá þarf líka að hafa í huga að í umræðinni hefur komið fram á að það sé verið að flokka félög en tillagan bendir til þess að það verið að flokka fólk. Það er að segja hvort að meiri hluti stjórnar sé fatlaður, það sé að fólkið. Og eitt sem að ég hugsaði líka út í með áherslu skipulagsnefndar var að fólk ætti að geta skipulagt atkvæði sín þannig að
framkvæmdin var þannig að það að miðla því til aðalfundarfulltrúa hvort að viðkomandi sé fatlaður eða ekki, eða óvíst. Og ef það er samþykkt þá þurfa alltaf að finna útfærslu á því. Og þá kom líka önnur spurning, verður sú fötlun sem að viðkomandi með eða þarf hún að falla inn í viðkomandi áherslur félagsins? Til dæmis einhverju á Tourette í hjólastól en ekki Tourette, þá hún þá fötluð eða ekki samkvæmt þessu. Þetta svona ýmsar pælingar sem að virðist ekki hafa komið fram í greinargerðunum eða umræðinni. Takk fyrir það. Frímann. Góðu félagar, hún Guðbjörg kom hér áðan með dæmi sem að ég held við verðum alveg að hafa í huga. Þetta búið að vera hluti af sjálfstæðisbaráttu í flestum félögum. Þetta var hluti af sjálfstæðisbaráttu kvenna og þetta alltaf baráttan það að fá sér viðurkenndan og fá að ráða sínum málum sjálfur. Það vilja fatlaðir fá að gera og þó þeir eru aðstandendur sem vilja hjálpa þeim við það, þá ekki þar með sagt að þeir eru að ráða. Ég hérna í þónokkrum félögum, ég í SCBS að því ég með Kefusöfn. Ég í Gigtarfélaginu og ég meðal CFAAS líka því ég átti mömmu sem var með Kefusöfn, sem var með Alzheimer. Og ég tek undir þetta með Sveini Rúnari áðan, mjög langt fram eftir sínu sjúkdómsferli geta Alzheimer sjúklingar að mjög miklu leyti svara fyrir sig, ekki ná fundi því þeir stressa svo upp að þeir verða bara þegja. En við aðstæður sem fólki veldur þá á það ekki vera stórt mál, þannig að viljið þeirra getur komið fram. En það sem að hér felst bara að tryggja það að þessi helmingur eða sem 1% verði úr röðum fatlara og langveikra og ef það virkilega vilja foreldra að það sé ekkert sem meini þeim að vera meira en 49% stjórnarmanna ef það kappsmál hjá þeim þá eru þeir hættir að styðja við bakið á fötluðum eða langveikra, þá eru farnir að reyna að ráðskast með þá í mínum huga. Þetta hluta sjálfstæðisbaráttu fatlara og langveikra að fá að ráða sína málum sjálf. Þetta skilyrði fyrir þáttöku okkar í erlendu samstarfi sem við höfum svikist að tryggja. Við erum bara að breyta því og koma þessu inn og ég held að það gangi lengra til hans skýrsla og ég styð hana. Ég vona að fólk bara geti fötluðum og langveikum að hafa að hálfum helmingi rétt til þess að ráðskast sín mál sjálf. Takk fyrir. Takk fyrir það. Nú eru á mælendaskrá 4 og þar af eru 3 og 4 með þeim sem var að ljúka máli sem núna sem eru búin að taka þetta máls áður. Þannig að á meðan næsta manneskja talar sem hér ætlum við að loka mælendaskránni. Já. Já, sælverði. Maggi Hrönn heiti ég og stend hér sem stoltur stjórnarmaður bæði í Geðhjálp og núna í stjórn ÖBÍ. Spurningin hver fatlaður og hver ekki fatlaður og vægi og prósentur. Sjálfur finnst mér ég ekki vera fötluð en ég get alveg greint mig, ég sett mig þar ég vil. Ég hef verið með geðsjúkdóm en ég ekkert endilega með hann núna. Ég bara með annað brjóstið þá fötluð. Nei, ekkert endilega. En ég brennandi áhuga á málefnum fatlara eða
og ófatlara, þeirra sem að virkilega þurfa bara málsvara eða, já, ég hef bara kjark til að standa fyrir bættu geðheilbrigði almennt, ekki sérstaklega af því að ég hef líka verið barn, alist upp með bæði foreldri og ömmu með misjafnt svona geðheilbrigði. Núna er ég barn, fullorðið barn, foreldris með misjafnt geðheilbrigði. Þannig að mér finnst ég að fullan, já, mér finnst ég bara heima hérna. Takk. Takk fyrir það. Halldór er næstur. Já, ég segi nú þessi svar, ég er Óla Songur. Nei. Hérna, það er bara nokkru hluti sem ég, mér langar að koma fram fyrir, bara mjög stutt. Ég held að við eigum öll heima hérna, það er alveg ljóst og ég vil aðeins hérna með EDF, Evrópusambandet, og ég hef setið fundið þar, að þar er þetta, mér finnst óþægilegt stráka ég er að tala og það er óþægilegt að einhver við borðið sé að tala líka. Fyrirgefið þetta. Já, ég hef verið á nokkrum EDF-fundum og það er þannig að ég er ekki spurður hvers konar fötlun ég er með þó að þetta standi í lögunum þeirra. Ég held að þetta sé meira litið á þetta og spurningum traust. Spurningum traust. Það verður ekki þannig að við förum hér og förum að hengja þú veist, einhverja að merkimiða hver er fatlaður og ekki fatlaður. Ég líti ekki svo að umræðan hér snúist það að ef við ætlum að útiloka einhvern, þá myndum við segja að einhverjum mætti bara ekki verið í stjórninni. Skiljið mig? Þá myndum við bara segja það mjög skýrt. Þannig ég held að umræðan sé ekki þannig að við séum að fara að útiloka einhvern. Og eins og þetta er hjá EDF og til dæmis bara ég og Ellen höfum bara unnið mjög vel saman í því að ég hef verið fulltrúi EDF, Íslands á EDF-fundunum og Ellen hefur bara verið minn aðstofamaður en við höfum tekið alveg bara virkan þáttsamt í fundunum og þeim málefnum sem við erum að vinna að. Þannig að þetta er það sem ég vildi bara segja. Hjá EDF hef ég litið svo á að menn það er ekki settið merkimiðar á okkur, heldur er bara litið svo á að okkur sé treyst. Takk fyrir. Takk fyrir það, Halldór. Gísli er næstur á mælendaskrá. Já, fundarstjórar, kæru fundarmenn, takk fyrir þessa góðu umræðu. Mér finnst hún hafa farið daldið út á víða völl og ég eiginlega harma hvernig margir aðstæðendur hafa túlkað bæði orðu mín og annara sem hafa talað hér að við séum að útiloka einhverja. Þetta er ákveðin hugmyndafræði sem hefur orðið að veruleika. Í þeim samtökum þar sem eru stofnuð utan fatlað og langveikt fólk, þá er það bara talið sjálfsagt að fatlað og langveikt fólk sé í meiri hluta sem stjórn. Og þannig er að ég bjó ekki til þessa hugmyndafræði og ég veit ekki hversu margir hérna inni hafa orðið að brjótast undan því að það hafi átt að sko ráða fyrir það fólk að því að það er fatlað. Þegar ég var pegi, þá fékk ég örorkustyrk. Ég held að það verið 400 kall og mér fannst ég hafa himinhamdu tekið og ég gleymi aldrei þegar móðir mín blessunin las fyrir mig vottorði sem heimilislæknirinn skrifaði með þessu. Það stóð undir að ég væri lögblindur og sæi mjög lítið,
framtíð mín væri líklega engin, ég gæti hugsanlega lært einhverju einn. Ég hafði reynd að læra bustar hér hjá Blindravinafélagi Íslands, en þótti svo lélegur að ég var beðinn að hætta þessu námi. Síðan langar mig að segja ykkur frá því að 1980 greindist ég með sykursýki. Og þetta eitthvað það versta áfall sem ég hef orðið fyrir og ég hrundi saman gjörsamlega, bara lág undir feldi og það kemur til mín sjúkraliði og var ein og tók utan um mig og sagði, veistu það, ég má þakka fyrir að ég haldi starfinu hér, því að læknirinn sagði, þessi maður sér mjög illa og hann á enga framtíð fyrir sér, hann getur ekki sprautað sig sjálfur og hann verður að vera viðlóðandi stofnun allæfi og þetta sagði líka við mig. Hvernig haldið að það hefði verið fyrir mig að fá þetta? Ég var á árunum áður búinn að standa fyrir félagslegri umræðu. Þessi tillaga ekki lögð fram til þess að útiloka einn í einn og við vitum það öll hérninni sem erum bæði langveik og fötluð að þið aðstandendur og stuðningsmenn þið eru ykkur það besta fólk sem við getum fengið til þess að styðja okkar baráttu. Þið vitið það líka að samfélagið ein keðja og það eru margir hlekkir, það eru margir veikir hlekkir sem styðja þá sterkur hlekki í að vera sterka. Takk. Takk fyrir það. Axel síðastur á mælendaskrá. Sælverði, ég ætla nú ekki að standa í vegi fyrir matnum okkar. Mig langaði svona að opinbera nýja hugsun í félagastarfi því að nú ég stjórnarmaður í félagi Heilahella og þetta félag hefur beðið mig að vera fulltrúi síns félags hér. Staðan, ef að þetta verður samið, bara einfaldlega þannig að félagið verður bara einfaldlega að velja bara eitthvað sem það bara alvöru fatlaður í þetta og ekki gengur okkur neitt allt og vel að manna stjórnir eða nefndir og annað slíkt. Þannig að já, þetta verður það bara einnig vandamálu okkar en ég ætla bara að þakka bara fyrir mig. Takk fyrir það. Þá umræðum þessi mál lokið og við þurfum að greiða atkvæði þessar tvær tillögur. Það okkar mat, okkar fundarstjóra að tillaga Gísla Helgasonar gangi lengra. Þannig að hana beri að greiða atkvæði fyrst. Hér fyrr á fundunum, það að segja svo miklu fyrir að það var á laugardaginn, var þess óskað allar kosningar yrðu leynilegar. Það þýðir að við þurfum að fara í skriflega kosningu þessa tillögu. Þannig að þá þarf að útbúa atkvæðaseðil með valmöguleikunum já og nei. Þá kannski rétt að við reynum að hafa þetta þannig hér að aðeins tillaga Gísla sjáist. Það hún sem að verður greitt atkvæði og kannski réttast að lesa hana einfallega hér í heild sinni. Tillaga til lagabreytinga frá Gísla Helgasyni til aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands 3. október 2015. Má ég biðja þögn. Ég, undirritaður Gísli Helgason, kennitala, legg fram eftirfarandi tillögu við breytingu á 1. málsgrein 18. grein A við núgildandi lög Öryrkjabandalags Íslands. Viðbót. Í stjórn Öryrkjabandalagsins skal meirihluti vera á röðum fatlaðs eða langveiks fólks að minnsta kosti 51% stjórnar bandalagsins. Greinin yrði þá svona í heild. 18. grein, stjórn. A. Kosning og hlutverk stjórnar. Má ég aftur biðja þögn? Nei, það þarf að taka tillit til þess að margir eiga erfitt með að greina og þurfa þögn til að hlusta á okkur. Stjórn samanstendur á 19 stjórnarmönnum, formanni, varaformanni, gjaldkera, 5 formönnum fastra málefnahópa og 11 öðrum stjórnarmönnum.
Stjórn er kosin á aðalfundi úr hópi aðalfundarfulltrúa sem boðið hafa sig fram til trúnaðarstarfa samkvæmt 13. grein. Jafnframt skal aðalfundur kjósa 3 varamenn sem hafa seturétt á stjórnarfundum. Í stjórn Öryrkjabandalagsins skal meirihluti vera á röðum fatlaðs eða langveiks fólks að minnsta kosti 51% stjórnar. Á oddatölu ári skal kjósa formenn fastra málefnahópa og 4 stjórnarmenn. Á ári sem kemur upp á slettri tölu skal kjósa varaformann, gjaldkera, 7 stjórnarmenn og 3 varamenn. Fjöldi atkvæða ræður röð varamanna. Stjórn fer með æðsta vald bandalagsins á milli aðalfunda. Meginhlutverk stjórnar er að framfylgja lögum og stefnu bandalagsins. Stjórn gerir starfsamning við formann. Aðalmenn í stjórn geta setið að hámarki 3 kjörtímabil samfellt. Seta í formannsembætti er óháð fyrri stjórnarsetu. Þetta er sem sagt greinin í heild með þessari viðbót samkvæmt tillögu Gísla. Viðbótin er þessi: í stjórn Öryrkjabandalagsins skal meirihluti vera úr röðum fatlaðs eða langveiks fólks að minnsta kosti 51% stjórnar bandalagsins. Þessu fylgir greinargerð. Hún er svohljóðandi: í áranna rás hefur þróunin orðið sú að hagsmunasamtök fatlaðs og langveiks fólks eru skipuð að meirihluta fötluðu og langveiku fólki í stjórnum, séu samtök eða félög viðurkennd sem félög eða samtök þessara þjóðfélagshópa. Þessi þróun hefur verið einkar áberandi á alþjóðlegum vettvangi. Fatlað og langveikt fólk hefur skapað sér sitt eigið kjörorð, ekkert okkur án okkar, og tekið málefni sín í eigin hendur, enda hefur það skilað mestum árangri með stuðningi samfélagsins. Svona hljóðar þessi grein. Einhverjir fulltrúar hafa bæst hér við frá kosningunum áðan. Eru einhverjir hér sem ekki voru? Nei, það er skrifleg atkvæðagreiðsla. Það var farið fram á það. Ég var að segja að það var farið fram á það fyrr á fundunum, þar að segja á laugardeginum, að allar atkvæðagreiðslur yrðu leynilegar og þá ber að verða við því. Já, því miður, ef einhver fundagesta fer fram á leynilega atkvæðagreiðslu þá ber að verða við því. Svo við getum haldið áfram, er einhver hér sem var ekki kallaður upp í nafnakallinu áðan, einhver sem eftir að gera grein fyrir sér? Getum við fengið nöfnin ykkar? Vinsalegast þarna lengst til vinstri. Einu afsakið okkur. Árni Sverrisson. Komin inn fyrir Nílsínu. Já, það breytir það ekki. Það breytir ekki tölunni. Fleiri aftast. Fyrirgeðu. Brynjólfur hjá FAS. Bæst við 2. Og hér var Anita frá CCU og takk. Það er ekki, mér finnst fólk láta hér eins og þetta sé einhver sérstök óskfundarstjóra. Ég spurði ítrekað út í þetta á laugardeginum hvort það væri, þetta ætti við allar kosningar, en það fór þetta leynilega fram allar kosningar þá. Viljiði strákar, sitjið aðeins að stráka ykkur. Vill tillöguflytjandi sem bað að kosning yrði leynileg, hefur hún í einhverju breytt sinni skoðun á því? Er þetta að fá hljóðunema hingað? Kæru fundagestir, ég er hún Erna, þetta er allt mér að kenna sko. Ég verð að segja alveg eins og er þarna á laugardaginn þegar ég bar þetta fram, þá hafði ég eingöngu í huga stjórnarkjörið af því að mér fannst ekki framkvæmanlegt að rétta 11 sinnum upp hönd þarna í þessu stjórnarkjöri sem var og láta telja, að því að mér fannst það ekki vera nógu skýr niðurstaða. Svo ef að fundarstjórarnir leyfa þá finnst mér alveg í lagi vegna þessara tillögu minnar að ég hafði ekki verið nógu skýrmælt
sem mér þykir afar leitt. En ekki ætla ég að fara að seinka fundunum til þess að fara að breyta því. Ég vil breyta því núna sem sagt. Já, takk fyrir kærlega. Alveg sjálfsagt, það bara þér Bara alveg meira en sjálfsagt. sjálfsagt. Og En gerir framkvæmdina. þá jafnframt lag ef einhver annar fundargestur vill fara fram á að atkvæðagreiðslan verði leynileg, þá sjálfsögðu verðum við að verða við því. En við hafa bæst 3 fulltrúar, er það ekki rétt? Talið hjá mér allir starfsmenn komni með. Það í sjálfu sér skiptir minna máli. Fyrirgefðu. Þú varst búin að gera grein fyrir þér. Af því að nú erum við að fara að kjósa með handauppréttingu, þá þetta skiptir öðruvísu máli. Er einhver hér inni sem á eftir að gera grein fyrir sér eða er ekki með atkvæðisrétt? Fyrirgefðu, hvert er nafnið þitt? Já, komin. Já. Er einhver hér inni sem er ekki með atkvæðisrétt? Þið vantar miða til að kjósa. Eru fleiri sem vantar miða til að kjósa? En er einhver hér inni sem hefur seturétt á fundunum en ekki rétt til atkvæða greiðslu? Svo, já, og þið 2 hér. Þá höfum við það í huga. Er þá allt til reiðu til kosningar? Talningamenn, við þurfum að hafa, eru allir komnir með miða? Vantar miða þarna? Það er aðstofamaður þarna. Við vinnum þetta bara saman. En ég held að mikilvægast sé að við höfum fólk til að telja. Nægur mannskapur í það. Er sá mannskapur tilbúinn? Allir með græn og rauð. Flott og það eins og kannski gefur að segja að grænt spjald þýðir einfaldlega þið samþykkið og rautt að þið hafnið. En ef ég má fá þögn núna því að nú skulum við hefja þessa kosningu ef allt er til reiðu búið. Þau ykkar sem samþykki þessa tillögu Gísla Helgasonar að við þessa grein, 18. grein, 1. málsgrein hennar, bætist setningin í stjórn Öryrkjabandalagsins skal meirihluti vera úr röðum fatlaðs eða langveiks fólks að minnstakosti 51% stjórnar bandalagsins. Þau ykkar sem samþykja þessa tillögu Gísla vinsalegast gefið merki. og 3 atkvæði, þá megið þið setja niður hendur og þau ykkar sem að greiðið atkvæði gegn þessari tillögu vinsalegast gefið merki.
Tillagan felld með 64 atkvæðum gegn 23. Þá borin upp tillaga til lagabreytinga frá umræðuhópi skipuðum samkvæmt ákvörðun aðalfundar. Hún hljóðar svo. Við 1. málsgrein 18. greinar bætist við setning sem segir aðalfundur skal leitast við að tryggja að stjórn verði skipuð að meirihluta fötluðu fólki. Umrætt ákvæði verði þá svohljóðandi. 18. grein, stjórn A. Kosning og hlutverk stjórnar. Stjórn samanstendur af 19 stjórnarmönnum, formanni, varaformanni, gjaldkera, 5 formönnum fastra málefnahópa og 11 öðrum stjórnarmönnum. Stjórn kosin á aðalfundi úr hópi aðalfundarfulltrúa sem boðið hafa sig fram til trúnaðarstarfa samkvæmt 13. grein. Jafnframt skal aðalfundur kjósa 3 varamenn sem hafa seturétt á stjórnarfundum. Aðalfundur skal leitast við að tryggja að stjórn verði skipuð að meirihluta fötluðu fólki. Hættum bara hér þegar þið eru búin að heyra þetta allt saman. Það eins með þessa tillögu eins og var hér bent á þannig umræðunum. Lagabreytingatillögur þurfa 2/3 atkvæða til að vera samþykktar. Við göngum einfallega til atkvæða á sama hátt þessa breytingatillögu. Þau ykkar sem samþykkið að þetta ákvæði bætist við. Aðalfundur skal leitast við að tryggja að stjórn verði skipuð að meirihluta fötluðu fólki. Vinsamlegast gefið merki. Haldið höndunum endilega á lofti, sýnið okkur biðlönd meðan við teljum. Fjörutíu atkvæði, vinsamlegast látið hendur síga og þau ykkar sem segir nei við þessari tillögu, vinsamlegast gefið merki. Þrjátíu nei. Tillagan hlýtur meirihluta atkvæða en ekki nægjanlegan, sýnist mér að sé alveg á hreinu. Nei. Þannig að tillagan hlýtur ekki brautargengi sem breytingar tillaga við lög Öryrkjabandalagsins. Þá komið að ekki fleiri lagabreytingar því sem að afskaplega margir hafa beðið eftir. Get ég fengið þögn? Viltu klára hitt fyrir mat? Nei, það alls ekki matur. Nú komið að, við ætlum að fá okkur að borða núna. Það rétt að taka það fram að það hlaðborð frammi. Ykkur velkomið að koma með diskana inn í salinn. Það eru þjónar sem geta aðstöðað þau ykkar sem þurfa á aðstöðu að halda eða viljið þykjana og þjónar muni jafnframt fjarlægja diska úr salnum að matloknum. Þetta klukkutíma.
Fundur hefst að nýju klukkan 19:30.